Velkomin á Hlíðarenda. Við erum mættar inn í Valsheimilið og þetta er svolítið svona Avengers-lið deildarinnar. Eins og sjáið bara á meistaraveggrum fyrir aftan okkur. Við erum með leikmenn eins og Kára, Acox, við erum með Booker, þú veist, Need I Say More. Það er ljúft að vera valsari. Þú ert með Finn Stef sem þjálfara og svo eins og við vorum að tala svo erum við með Kristó Acox í liðinu. Celeb. Og svo ertu með Gylfa í fótboltaliðinu. Hann er reyndar ekki lengur í liðinu, en engu að síður, það er ljúft að vera valsari í þessu lífi. En það getur ýmislegt gert í úrslitakeppninni og við ætlum að fara og sjá hvernig strákarnir eru að undirbúa sig fyrir hana. Við Gugga erum komna með Finn, þjálfara Vals, hérna til okkar. Geitinn. Finnur, vissir þú að Gugga er happa í íslenskum körfubolta? Bara því liðið sem að hún heldur með það liðið fyrir að enda á því að vinna titilinn. Hélstu við Tindastólum árið eða? Í ár? Nei, árið hérna þegar þú varst á kortsætt og töpuðum, þess að. Herðu, nei, ég held með ykkur. Töpuðu það ekki? Nei, byrju, hvenær? Ég held með Tindastól. Já, takk fyrir það. Fyrir 2 árum held ég með ykkur. Já, gott. Allan tíman. Og hvað gerðist? Já, takk fyrir það. Ég virka öfugt. Það lið sem ég held með, það kemur ekkert úr því. Liðið sem ég held með í ár, það komst ekki í úrslitakeppnina. Þannig að þá sem að þú vilt úr leik, láttu mig bara vita og ég skal græða það. Byrja á Keflavík bara, það er fínt. Ég skal byrja það. Hver er uppáhaldið þitt í liðinu? Uppáhaldið mitt í liðinu? Já. Ég get alveg sagt ykkur uppáhaldið mitt. Hver er uppáhaldið þitt? Kalli. Kalli náttúrulega er svona smá trúðurinn okkur og hann léttir mér lund. En ég á mjög öruggt með að gera upp með það. Ég er náttúrulega, Kristó og Kári eru bara eins og synir mínir eiginlega. Kallum búinn að vera lengi hjá mér, já Aron, þetta er Hjálmar, þetta er erfitt að gera upp á milli. Ok, PR trained svar, allt í góðu. Hver er með afsakanirnar alltaf ready? Alltaf afsökun fyrir öllu? Kristó er Acox. Ok, hvað er hann ofta hendi í? Það er allt á milli himins og jarðar. Uppáhaldið er þetta að hann var í skólanum, sko, þannig að fyrsta skipti að gera eitthvað annað heldur en að spila körfubolta. En hver eru svona leiðilegust andstæðingarnir og af hverju er það KR? Ég elska KR. Að það? Já. Vá, segðu þetta einu sinni viðbót, aðeins herra. Nei, með það vita það allir að ég elska KR. Heima er alltaf heima, sko. Ef þú þarft að velja einn þjálfara í deildinni til þess að spila 1v1 á móti, hver verður fyrir valinu? Hvern myndirðu vinna? Arnar Guðjóns, hann sagði að þið tveir væru að berjast fallsæti. Já, ég held að sjálf klárt mál. Ég gat ekkert í körfubolta. Ég held að skemmtilegasta viðureignin var við Inga Þór Steinþórsson, aðstoðarþjálfari Stjörnunnar. Ok, hvað með Jóa í Grindavík? Ekki séns. Ég gat aldrei neitt, en ég fór bara að þjálfa og sem betur fyrr. Ég ætla að þið eru ekki að fara að sjá mig spila einn og einn leikþjálfara einhvern annan. En hver af strákunum er mest að heyra í þér utan æfingatíma? Að böggast í þér eða FaceTime þig eða bara spjalla eða senda einhver TikTok? Ég held að Kristófer og Kári eru langmest duglegir að tuða í mér eitthvað hvart og hvein yfir ykkur, þannig að það er held ég þeir tveir. Eru þeir að reyna að fá þig með sér á djammi eitthvað svoleiðis? Nei, þeir vita að við vinnum þá djamma ég. Þá sjáist þið bara flöskunni þar. Ok. Þú verður að þjálfa mig ef ég er að gera eitthvað rámt. Valsheimilið gerir alla bara að meisturum. Ég hef alltaf verið meistari, sko. En heyrðu, við erum með nokkrar skemmtilega spurningar. Ég ætla að spyrja þig hver er með ljótustu treyjurnar í deildinni? That's crazy. Fjólubláu treyjurnar í Álftanes eru hræðilegar. Njarðvík, 100 ára gamall, bara ekkert nýtt. Ég fíl ekki gula, þannig að ekki Álftanes með svona ógeðsleg svona gula eitthvað. IA? Já. Yeah, I don't like the yellow. Nei, ekki Álftanes. Nei, ekki Grindavík. IA. Not in the league anymore. En hver í liðinu er svona the biggest hype man? Booker. Oh, Book. 100%. Ég. Er það ekki? Ég, allan daginn. Oh, definitely Book. Já, við ætlum að sjá hvað hinnir samt hafa þetta að segja. Verður vesen ef þeir segja ekki þú? Já, þá er ég bara hættur, sko. Ok. Booker. But who's the most annoying opponent to meet, either a player or a team? Ég veit ekki, þeir eru margir mjög þreyttir, sko. Örugglega Milka. Ég myndi segja frá Álftanes svona Siggi, hann er ekkert eðlilega pirrandi. Það er Grindavík. Hann nennir enginn að keyra alla leið í Grindavík til þess að spila einhvern leik. Svolítið leiðilegt að spila á móti Njarðvík. You got Ear, they fans are pretty rowdy. Þú ert pirrandi. I say this with love, but knowing Tindastól, they got some of the best rowdy fans. Já, það er verið að spila svona skrýtna vörn. En hvað er svona að finnast það sem einhver hefur sagt við þig í leik, annarkvort úr stúkunni eða beint við þig bara? Ég var eins og eitthvað að öskra Óla og hann sagði, hver í fokkanum ert þú? Ég held að það var
bikarleikur á móti IR og það var einhver í stúkunni, ég var eitthvað að leika mig með gómnum mínum og hann sagði, já herru, gerð hann harðan og sett hann upp í þig. I mean, the fans here are funny, period. Þetta var svona fyrsta skipti sem ég var inn á, hann sagði, þú að tala, hverju fokkar verður þú? Já, þetta er sveið. Annars er ekkert hægt að segja neitt við þig. Nei. Innum eitt og út hana. I mean, somebody done told me to suck they Hvað er það vandræðalegasta sem hefur komið fyrir í leik? I done got crossed before, dunked on before. En síðan fekk ég tæknivillu, ég hitti skot og ég skammast mín en ég fór og beint til hans. Probably missing a layup. Dómarinn, honum fannst það ekki fyndið og ég var hendur út úr húsi. Herru, á móti IR, fuck me. Á þessu tímabili í Skógarseli þá dett ég, ég fæ boltan bara í þraflu við galopinn og ég kem hérna og krossa lappirnar og dett og Hákon var nýbúinn detta, þetta var bara svona eins og eitthvað tekið spotta bara og kippt og við duttum báðir. Það örugglega bara, bara að víti eða eitthvað. It happens. Er eitthvað lið sem þú myndir aldrei fara í? Eitthvað treyja sem þú myndir bara aldrei klæðast? KR. Ég held ekki, en í hjartanu er ég valsari og mun örugglega deyja valsari. I never say never. Nei, Stjörnuna, ég myndi aldrei Stjörnuna. You're never going to? Every team besides Valur. Buzzer beater or a dunk? Ég hef ekki trúið síðan 2000 og ég minn eini. Give me the buzzer beater. Það er meira Kristó, hann er tróðslumaður, ég skýt bara, það er buzzarbítur fyrir mig. Tróðsla. Buzzer beater. Go Tróðsla. Who makes the most excuses for everything on the team? Ó, Kristó. It's either Chris or Book, probably. Kristó Eikóks. Annarkvort eða, þú veist, það var ekki stæði eða þessi umferð maður. Hvað er hann að henda í yfirleitt? Hann er svona, allt stopp á leiðinu. Hann er bara busy, skilurðu. Þú veist, ég tengi alveg við þetta, þú veist, ég er sein út allt. Þú ert ekki séð um jammið, þú ert sein á margar staðir, skil. Til að vita þetta, þá þarftu sjálfur að vera að jamma, þannig... Ok, geggjað. Og þetta er skemmtileg spurningina sem What? Hann vil góða spurningar, Gugga. Hvað er það mesta sem að vera eitt á djamminu á einu kvöldi? Já, ok, þetta er fyrir hérna. Franka Rómbóker. Aldur? 32, nei, 31. Stjörnumerki? Hvað er ég? Ég er hérna, hvað er ég? Hvenær áttu afmæli? Krabbi. Krabbi, ok, er það rétt? Við þurfum rétt að Hvað sagði? 7. júlí, það er krabbi, hvað sagði? Ok, uppáhaldsmatur? Pasta. Uppáhaldsdrykkur? Herðu, nix. Ok, uppáhaldslitur? Mix, wow, sorry, respekt á mix. Wow, þetta fór frem með mér. Uppáhaldslitur? Rauður. Uppáhaldslag? Herru, ég er orðinn Bubbi-maður, Bubbi. Hvað heitir lagið maður? Þetta er Grafir á beinið, eitthvað svoleiðis, já. Ok, eitthvað svo, við veitum alveg hvað þetta tala um. Höfuðborg Finnlands? Eitthvað ljótt, ég veit ekki. Jordan eða LeBron? Jordan. Ok, hvað er mörg fylki í Bandaríkjunum? 50. Hvað heitir Gugga í alvörinni? Guðrún. Wow! Ok! No broke boys, no new friends. I'm that pressure, give me my 10. Ain't no lie, ain't no shade. But call me, then you know he paid. Ef þú fer bara ekki hugsa. Ef þú byrjar að hugsa þá það búið. Ég hef aldrei hugsað. Já. Hann er svo ljúfið strákur. Nafn? Karl Kristinn Sigurðsson. Aldur? 20. Hæð? 1.95. Nei, 1.93. 1.93, stjörnumerki? Naut. Ok, uppáhaldsmatur? Afgangar. Afgangar er galinn! Ok, uppáhaldsdrykkur? Klaki. Peruklaki 9 með smá bragði. Ok, uppáhaldslitur? Navy blue. Þú ert smá skrítinn. Uppáhaldslag? Hitaklúbnum. Hvað segirðu? Hitaklúbnum. Ok, höfuðborg Finnlands? Finnlands? Já. Helsinki. Já, og hvað heiti ég í alvörunni? Guðrún. Já, veistu eitthvað meira? Guðrún Svansdóttir. Svava? Oh shit, damn! Jordan eða LeBron? LeBron. Ok, hvað eru mörg fylki í Bandaríkjunum? 50. Ok. Ain't no lie, ain't no shade. But call me, then you know he paid. Look so good.
Ok, ég var að finna þetta er sektarhjól. Má ég sjá ábyrðu, ég ætla aðeins að lesa mig til þetta. Upphitunar, fótbolti, bara eitthvað lélegastur á tímabilinu. Þeir eru með alls konar klobbi. Hérna er óásættanlega hegðun barnasekt. Leikmaðurinn er staðinn á því að punga út barni. Og þeir eru bara að snúa og fá okkur sekt. Þetta er rosalegt. Kalli. Fyrst allir akkurat í riffinu 3, hvað er þetta? Það er bara mikil tilfinningar í þessu. Maður er bara fyrst og fremst tilfinning að vera. Ok, það er erfitt þegar Kristófur eða Kári er að spila vörðnaður og þú bara... Já, ég reyna það. Það er gaman í val. Ain't no lie, ain't no shade. Við hvað ert að fara í skóla núna eða? Sjáumst bara hægt. Hann er á leiðinni í djamið. No broke boys.